Jæja, gott kvöld, góðir áhorfendur og verið velkomnir í þessa útsendingu af þriðju keppni í GTS Iceland Tier 1 5. seríu. Daniel heiti ég og með mér situr hann Ingi Þór, verður blessaður Ingi? Góða kvöldið og velkomin til Belgíu. Já, takk fyrir Þetta er sömuleiðis. fallegur staður til að vera á. Glæsileg braut hérna sem er alveg legendary. Þetta er alveg geðveikt sko. Hann Ingi kollegi minn er ennþá í hálfgerðri sigurvímu frá því í gær. Það gekk svo rosalega vel reisið hjá honum í Tier 2-deildinni. Já, nú kannski ekki kalla það sigurvímu, það var þriðjan, þetta var alveg, ég leiddi þó nokkuð marga hringi, þetta var alveg rosaleg keppni og góð barátta hjá okkur í top 3. Já. Ég bara er hálf dasaður eftir þetta sko, þetta tekur alveg rosalega á að keyra svona, fólk átt sig ekki á því alveg, það ætti að prófa að setja púlsmæli. Hver var það aftur sem var með púlsmæli og mældi sig þegar hann var að keyra? Ég held að það fari upp í 170 eða eitthvað. Já, nú veit ég ekki, ég man ekki eftir að hafa heyrt af því. Það var einhver í íslenska hópnum minnum mig. Máttu svona græði og prófa að setja á sig í keppni. En já, þetta tekur á, það er að fókusa mikið. Meira að segja margir alvöru ökumenn hafa talað um það að það sé svona eitt af því sem er erfiðar við simracing meðal við raunverulegan kapastur er einmitt andlega hliðin að halda einbeitningu þegar þú hefur ekki G-forsinn og allt umhverfið í kringu í alvöru kapasturinn sem að heldur þig í núinu, að það var svo auðvelt að láta hugan dreifast eitthvað í miðri keppni og tapa einbeitningu, þannig að þetta er mikil andleg barátta svona keppni. Já, ég get alveg tekið vel undir þetta þegar maður er í þessum keppnum sem maður lendir kannski einn á braut langt í næsta í báðar áttir, að þá stundum fer maður að gleyma sér svolítið og fer að pæla í einhverjum öðrum hlutum bara í miðri keppni. Já, ég lendi og allir hendi bara, þú veist, oft þegar maður er búinn að vera að keyra mjög góða hringi og kannski ekkert mikið að gerast í kringum mann og áður maður veit hafi maður þarf að hugsa hvað er í kvöldmat eða eitthvað álíka sko. Já, þú veist. Það er nákvæmlega þannig sko. Og það tekið bara fokinn sko. Já. En þetta var bara, það var aldrei tími til að hugsa um eitthvað annað í gær í alla þessa hringi sem við keyrum og maður var bara gjörsigrar eftir keppnina, alveg sveittur eins og mann hefði bara verið dýft ofan í olíu sko. Það er þetta málið sko, þegar það er bara stanslaus pressa þá hefur ekki tækifæri til að hugsa um eitthvað annað sko. Þá er bara einbindingin á einum hlut allan tíman. Já, algjörlega sko. Það er svolítið þannig sko. Það er oft sko þegar maður líka bara kappastur svolítið og tala allir ökumenn um þetta að vera virkilega góður ökumaður er að geta dottið í þetta svokallaða flæði þegar þú ert bara alveg í núinu. Þú ert ekki að hugsa um neitt, það gerist bara allt sjálfkrafa og þú ert bara að fókusera á hvert þú ert að fara með einbeittan brothæfilega. Þetta er fallegur hlutur þegar það gerist. Það er ekki hlaup hjá því að komast á þennan stað sko, þú veist því að margir eru að keyra og það er bara hvað er næsti bremsubústur, hvað er ég að horfa, hvað er ég að fara þarna, þú veist, það er svo margt sem er að gerast og mikið upplýsingu sem maður þarf að meðtaka þegar maður er að keyra. Þannig að þetta er eitthvað sem kemur með tímanum. Wax on, wax off, Danielsson. Já, akkurat þannig, erum við ennþá í Japan eða? Nei, reyndar ekki. En þá meina ég svona eins og, þú veist, að þetta var svona pínu karate kung fu sen hugafræði. Já, nákvæmlega. En hérna í kvöld þá ætlum við að fylgjast með þeim í Tier 1 taka LMP1 bílana á Spa. Já. Spennandi að sjá hvort að Eva og Hannes í Team Supernova ætla að svara fyrir sig en Davíð Rúnar gjörsamlega átt í seinustu keppni, skuldlaust. Já, það var rosalegur akstur hjá honum og mjög skemmtileg keppni og það verður gaman að sjá hvernig hann bakkar það upp í kvöld. Þetta er náttúrulega allt öðruvísi bílar, nú erum við komin á mun kraftmeiri bíl sem er með bæði með vél og rafmagni í mótor og Aerodynamics er alveg
þetta bara svipað á formúlubílum. Þetta þú veist, þeir getur keyrt á hvolfi ef það hefðu vegið það. Já, það er spurning einhver farið það að malbika götu á þakið í einhverjum göngum. Ja, hlutinir gerast mjög hratt í þessum bílum, það getur sagt ykkur. Já. En þá komið að tímatökum. Þá segir hann Guffi hérna, hann að setja tímatökunar í gang. Þá ekki við hæfi að bjóða áhorfendur af Stöð 2 velkomin að skjánum. Jú. Við erum hér stödd á Spa í Belgíu, þar sem að þriðja umferð í Íslandsmeistaramóti Gran Turismo fer fram og við erum að keppa á, eins og við vorum að nefna hérna rétt áðan, LMP bílum sem stendur fyrir Le Mans Prototype. Það verður gaman að sjá hvað gerist. Þetta er það næsta sem kemst að vera bara formúlubíl, hugsa ég, í þessum leik, fyrir utan kannski superformúlubíluna. Já, það ekki, það nú að vísa held ég einn Formule 1 bíl í þessu leik. Já. Ekki bensín þarna. Jú, hann ber líka höfuð og herðar yfir aðra bíla í leiknum þegar kemur að hraða. En síðan Agnar Freyr kominn í spjallið, býður góða kvöldið og segir Go Team Supernova. Hann heldur með Team Supernova en þau eru að þjálfa hann upp í TR3, skilst mér, ef mér skallast ekki. Þetta orðið svaka teymi hér að ferð, Supernova, farið að keppa í öllum flokkunum, TR1, TR2 og TR3. Og búin að vera bara með fullt hús stiga í TR2 hingað til. Já. En það var nú alveg glæsilegur akstur í síðustu keppni á Suzuka þar sem að Hannes í Supernova var að berjast við, var það ekki Davíð, segir við? Jú, Davíð Rúnar. Akkurat. En það var Davíð sem tók sigurinn eftir alveg glæsilega baráttu. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig hann kemur inn í þessa keppni. Þetta allt önnur elda að keyra þessa bíla. Já, við vorum sem sagt á Super GT bílum fyrir 2 vikum síðan á Suzuka. Það eru örlítið hægari bílar en þetta. En helvítið hraði engu síður. Nákvæmlega. Jæja, þá erum við komin á fyrsta fljúgandahring. Og í töluðu orðum þá fyrsta spáin komin í lofti líka. Það hérna hann Tarri, sigurvegari gærkvöldsins í TR2, hann spáir Evu fyrsta sæti, Hannes í öðru sæti og Jóna í þriðja sæti. Já. Þetta ekki galin spá, þetta eru allt glæsilegir ökumenn. Já. Jón gæti komið helviti sterkur inn hérna, hann lunginn á þessari braut. Mér minnir að hann hafi unnið þorlastusmótið hérna, nei, var það Maggi? Það voru ekki 2 keppnir, nú ég að rugla, en ég man því miður ekki eftir því hvernig það fór. En ég man að í mitt þorlagskeppninni það var sem sagt sú keppni sem var til þess að ég ákvaða að skipta stýrið vegna þess að eftir 1,5 tíma af 2 tímum þá bara slökkti stýrið á sér, það bara gafst upp, það var ofhitna. Fór í verkfall. Já. Gaursson spyr hérna í spjallinu hvort að næsta tímabil verður í GT7 og það bendir allt til þess. Ég nokkuð viss að Guffi ætli að hafa næsta tímabil í TR1 í Gran Turismo 7. En TR1 sem sagt eitt tímabil sem að fer yfir bæði vor og haust, sem sagt, haust og vor. Þannig að TR1 alveg þangað til í, apríl á næsta ári eða ekki? Þetta tímabil. Já, bara spannar allan veturinn basically. Já, þannig að Jæja, þá komið fyrsta tíma, Hannes var að setja 1:58,7. Það held ég næst tími. Já, það mjög næst tími. Þá vorum við í gær í 2:18, svoleiðis. Já.
stundum 2.17. Já. Agnar Freyr spáir hérna Evu fyrsta sæti, Hannesi öðru sæti og Davíð þriðja sæti. Og Ragnar Þór hérna Raþór sem að einmitt í tier 3, hann hérna kominn í spjallið líka og býður okkur góða kvöldið og góða kvöldið sömuleiðis segir bara. Já, gott kvöld, gott fólk eins og maður segir stundum. Hér allt gott fólk í þessum hóp. En Hannes með 0,3 á hann Stefán Geir sem í öðru sæti núna. Davíð sem vann síðustu keppni kominn upp í 3. sætið. Hann töluvert lengra í hann 2,6 sekúndum á eftir Hannesi. Þannig að hann hefur nú ekki kannski náð fullkomnum hring í þetta skiptið. Nú sumir fóru út á hörðum dekkjum og keyrðu hring, fóru inn í pit og skiptu á medium, þannig að það alveg góður tími að við fáum tíma frá þeim ennþá því þau þurfa að keyra annan úthring. Já, mig grunar að það verði sennilega Jónægir fyrstur til að klára tímahringinn eftir það. Davíð á fjólubláu tímatökusvæði á síðasta 6 torf fyrir markið, þannig að hann á góðu hring núna. Það er svoleiðis. Já. Fylgjumst aðeins með honum hérna. Hann einmitt að koma að SP-honum. Stefán Geir rétt fyrir aftan hann einnig á fljóðandi hring. Sjáum hvort hann ná að halda þessu. Á nú ekki mikið forskot sem hann var með á besta tíman. Hann stekkur upp í annað. Og Jónægir þriðja. Það ekki nema rúm hálf sekúnda í þriðja sem Jónægir. Hann kominn í fjórða núna. Eva kominn í fyrsta. 1.58, 2.70. Þetta góður tími. Á fljúgandi keyrslu. Hún kemur nú ábyggilega með einbeittan brotthafilega inn í þessa keppni þar sem að Suzuka fór nú ekki alveg eins og hún hafði ætlað sér. Hún gerði mistök á snemma í keppninni og fór út af og þurfti að vinna sig upp og lenti í alls konar ævintýrum á sinni leið í enda hún í 9. sæti eða ég bara hreinlega man það ekki. Já, allan að lægsta sæti sem ég hef séð hana enda í frá því að ég byrjaði að fylgjast með hérna. Já, hún ekki vön að gera mistök, þannig að hún ætlar ábyggilega að sjá til þess að það gerist ekki í kvöld. En Hannes 0,042 fyrir aftan hana. Það ekki mikill munur þannig á milli. Séu að Hannes farin inn í pit hérna að ná inn í dekk. Síðan hálf sekúnda í Davíð Rúnar og þar 0,150 í Jónægi. Þannig að það frekar mjótt á munum alveg hérna upp í 7. sæti 7. sæti innan við sekúnda frá fyrsta tímanum. Að koma aftur, hún fyrir inn í pit. Stefán var að bæta tímann sinn. Hann kominn upp í 3. sæti. Já, vel gert. Hann á meira inni heldur hann hefur sýnt í fyrstu 2 keppnunum. Já, töluvert meira. Renna aðeins yfir þetta sem að komið Davíð að fá hann að ná slipstream þarna sýndist mér á beinakallanum. Hann allan á fjólubláum sektor.
slíftring getur virkað. Dimmi setti besta tíma í gær í slíftringi frá mér sem var 2:16,6 sem er sko ridiculous tími sko snemma í keppninni. Já, hann byrjaði á medium-dekkjum eða ekki? Jó, en hann á þeim hring var hann bara basically tók fram úr mér bara hérna rétt fyrir síðustu beyguna, þannig að hann var búinn að njóta góðs slippa mér. En það getur alveg munað 0,3, jafnvel meira, að þetta er gott slip ef þú kemst svo fram úr og bílinn hægir ekki á þér. Nákvæmlega. Fylgist það með honum Kára hérna núna líka? Og líka gaman að sjá hvaða bíla fólki er á. Mér sýnir svo flestir vera á Toyota. Já, veistu það, ef mér skjáttast ekki þá held ég allir á Toyotum nema, hvað var það, Jón Valdimar, nei, Jón Ægir er hérna. Hann er á, Já, hann fór í pittinn hann, við sjáum það jú, ekki hann strax. er á Toyota. Jú, Þorsteinn er á Audi. Það eru allir á Toyota nema Rabufans sem er hann Þorsteinn, hann er á Audi. Já, Audiinn er hérna mjög hraður líka, hann er með bústið, þarna rafmagnsbústið og allt það. Það er svolítið meira með díselið, skilst mér. Já, og það er svona eftir líka á hvaða braut þú ert að keyra Audi, en sumum brautum virðist hann ekki ná að endurhlaða batteríin sín eins og Toyota hann er að gera út alla keppnina. Hann byrjar sterkur en svo feitar batteríið basically. En ég held að hann sé nú ekki, ég held að hann sé nái alltaf hleðslu á hverjum hring á Spa sko. Þetta er slattaða beygjum og nóg til að hlaða. Tjekka á því sko, þannig að Alli að setja nýjan besta tíma hjá sér, komin upp í 7. sæti. Svo náttúrulega áður en að er tekinn hraður hringur þá er hægt að fylla batteríið ef það er ekki fullt með því að stíga á bremsuna og hlaða bara. Það er mjög mikilvægt að vera með fullt batterí þegar þú byrjar fljúgandi hring. Hann spyr hérna Sigurður Hreggviðsson í spjallinu hvort að það verði drama í þessari keppni, Team Orders og læti. Já, Það var í ég seinustu trúi keppni. öll í dag sko, ég trúi öll í dag. Það er einbætti brotthefili á Supernova þannig að maður veit aldrei sko. Það verður bara að bíða og sjá, halda áfram og fylgjast með og sjá hvað gerist. Það er ljótt að þetta fer að vera meira liðasport heldur en einstaklingssport. Já, bara skemmtileg dýnamík. Já, þetta er allt gott. Ég er að fylgjast með honum hérna Samt eru allir Hönnesen ökumenn- núna, sko. Samt eru náttúrulega allir ökumenn vilja sigurinn sko, það kemst bara einn á pallinn Já. á efsta stíið. Herðu, Hannes er kominn með besta tíma segirðu? Já, það er svoleiðis. Já. Við erum komin í 1:57, 9:41. Já, það er engin smá tími. Það er alveg 0,3 hraðari heldur en Eva. Já, hann er líka búinn Og að alveg- nota svolítið slatta af bensíninu hjá sér og og pittaði þarna fyrir ný dekk. Hann hefur tímasett þetta vel sko, sumir. Það er 1,5 mínútu eftir, það er Já, sé Það að er ennþá Davíð tími. hefur farið í pittin fyrir ný dekk en mun sýnist mér ekki ná að klára átlappinn til þess að byrja næsta tímatökuring. Þar sem að það er bara Nei, mínúta eftir. Það er lítið svolítið út fyrir það. Hvernig hvort að Sigurgeir ná í slipinn á honum hérna og ná að taka sinn hring eða hvað? Jú, hann leipur hann fram úr. Þetta gæti hjálpa Sigurgeir Stefáni? á sínum hraðar. Já, Stefáni fyrir giði.
hann náði góðu slippi á langa kaflanum af honum liðsfélaga sínum, Davíð. En hann var kannski svolítið langt í tímann hans Hannes. Hann er alveg 0,8 með sinn besta tíma að hinga til. Ja, þetta er rosalegur tími sem Hannes náði, sko. Já, rosalegur. Nei, heyrðu yfir. Eva hérna með penalty. Það er ekki vænlegt til sigurs. Nei, þannig að hún er ekki að fara að bæta tíma sinn. Hannes, já, hann er bara komin út af braut. Hann hefur lokið sínum málstað hér í tímatöku. Sáttur við útkomu. Hún er að setja á hörðdekk, hann ætlar ekki að starta keppnina á hörðum. Það er áhugavert trend sem er að skapast hérna í íslenskum kappakstri. Davíð Rúnar kominn á hörðdekk líka. Jónægir náði að byrja annan tímatökuring, þannig að spurning hvort að hann ná að bæta sig eitthvað og koma sig kannski upp í 3. eða 2. sæti. Ef honum tekst það, þá vitum við að hann startar á medium, því að hann hefur ekki tíma til að svissa á þessum tímapunkti. Já, við getum ekki séð betur en að séu bara allir búnir nema Hannes og Jónægir. Hann er ekki að bæta tíma sinn, hann Jónægir, hann er samt mjög nálægt í, en hann gæti hugsanlega stungið sér upp í 3. ef hann tekur restina af brautinni alveg gallalaust. Hann er að koma í mark. Dimmi spáir hérna Eva, Hannes og Jónægir. Nei. Það var ekki bæting hann að. Hann var nálægt í, en hann var 0,038. Það er ekki mikið. En þar hefur það er Hannes, Eva og Stefán, topp 3. Jónægir, Davíð Rúnar, 6. Kári, Halli 7. og Þorsteinn 8. Síðan erum við með Valdimar í 9. sæti, Skúli er 10. Ásgeir Ævar Diego 11. Guffi 12. og Ásgeir er 13. Já. Það munar tæpum 2,4 sekúndum á 1. og seinasta sæti í kvöld í tímatökum. Já. Ég átti von á að Ævar kæmi sterkari inn í TR1. Hann er á Porsche 919, hann Þorsteinn. Hann er ekki á dýn. Jú, ásakið. Það rýpur allt eins út, maður. Já, nákvæmlega. Jæja. Nú gerist þetta. Þetta er nefnilega hérna alveg virkilega brútal byrjun í rauninni á brautinni, þar sem að það eru bara fyrstu 3 sætin sem að sleppa við seinustu beina þarna í undan. Eiginlega fyrst 2 sko, maður er bara rétt kominn út úr S-inu ef maður er í öðru sæti þegar tími fer í gang sko, eins og sérð. Bingo. Já, nákvæmlega. Allir hinir þurfa að berjast við þessa beygju, en þau geta bara brunað af stað í fyrsta öðru sæti. Þetta er alveg 1,5 sekúnda, 1 sekúnda sem að fyrstu 2 sætin geta verið að taka á restina ef að... Sem að er akkurat það sem að hefur gerst sko. Já. Hann náði góðri útkeyrslur, hann Stefán Geir,
þrátt fyrir að hafa verið svolítið illa staðsettur þegar ræsingin fór á stað. Sjáum að Eva hérna er öðru í slipstrými á eftir Hannes. Team Supernova, en ekki hvað. Það er alveg gott bil í fjórða sætið. Það er einmitt fyrstu 1000 koma hvað skást út úr ræsingunni á Spa. Já, það er nákvæmlega þannig. Hinir þurftu að berjast í þessa seinustu beygju hérna undan beinakaflanum, eða undan ráslínu. Já. Sérstaklega þannig að þegar maður er að flýta sér af stað, þá er þeimur erfiðari, sko. Já, og allir á köldum dekkjum og svona. Já, akkurat, sko, þetta er... Hannes var strax komið sekundu bil. Kíkið hérna aðeins yfir spjallið, þá er Róbert Guðmundsson búinn að bjóða okkur gott kvöld og hérna Dimmi komið með Spá, Eva, Hannes og Jón Ægir. Sé að Agnar Freyr er að hvetja Team Supernova áfram líka. Illugi býður okkur gott kvöld og Binni Skram er hérna með Spá, Hans og Eva, Davíð. Og Hilmar Veigar kominn í spjallið líka. Hann er liðsfélagi minni í TR2. Þið er velkomin. Já, þeir eru með komin með nýja styrktaraðila, GT Akademíuna. Já, nákvæmlega. Hilmar átti fyrir umkvæði að því að tala við hann Hinrik hjá Akademíunni og fá hann til þess að gangast undir það hlutverk að vera aðal styrktaraðilum okkar. Það loksins gefist upp á því að elta Rich Energy. Já. Og leiðu hans nýja sér eitthvað annað að fekk hann sponsing. Það er nákvæmlega svoleiðis. Svona gerist þetta, en þetta er glæsilegt. GT Akademían á náttúrulega heima í þessu. Þeir eru í hermi kappaksturunum, þannig að þetta er vel við eigandi. Já. Það er mjög góður staður fyrir þá sem vilja prófa almennilegt rigg en eiga það ekki heima hjá sig, sko. Það er að kíkja þangað, sko. Þetta er frábær staður, mjög gaman að keyra þarna. Hannes er að verða komið með 3 sekundur á Evu. Og Eva er dottinn í 3. sæti. Já, heyrðu, það er vá. Stefán Geir er bara nýkominn fram úr. Þetta er bara að gerast hérna. Að prófa hann að replay taka. Göluðum örðum. Já, tjekkaðu á því. Hann virkar ekki ennþá. Þurslas. Er ekki annar tæki sem ætti að nota í staðinn? Já, ég veit ekki á hverju þetta virkar ekki. Þú fær ekki replay awards þetta árið? Nei, það verður svolítið mikið þannig. En það er hörkubarátta hér annað sætið sem er að detti í það að verða 3 bíla barátta því Jón Ægir er nánast að verða kominn í skottið á Evu. Já, ég sé að sá það minn. Já, hann þarf ekki að bæta hann nema 100. hlut í viðbót eða 2, þá kemst hann í slipstrýmið af henni. Hannes bara er að gera góða hluti hérna til að byrja með. Jón Ægir er bara, sýnist mér að detta í kjölsogið hjá Evu núna. Ég held að það ekki í kringum 0,8 sem að slipstrýmið fyrir að telja. Jú, 0,807 cirka. Það vantar smá upp á að hann komist í undir vænginn og... Já, munar hann að pínu litlið þarna á sig það. Stefán Geir að setja hraðasta tíma á fyrsta tímatökusvæði. Jón Ægir líka. Allt að gerast hérna á fyrstu hringunum. Hannes er náttúrulega að keyra á hörðum dekkjum á meðan Stefán Geir er á mjúkum. Já, hann byrjar að mýtjum, auðvitað. Það útskýrir. Já, Eva er á hörðum dekkjum og Jón Ægir er á hörðum dekkjum. Það gæti verið alveg sterkur leikur að byrja á mjúku dekkinum fyrir hann Stefán ef hann nær að búa til þeim lengra bil.
fyrir neðan og jafnvel ná Hannesi og finnst það nú ekkert verið eitthvað rosalega líklegt. En aldrei að vita samt. Það náttúrulega the master plan. Maður þarf að helst að komast fram fyrir hörðudekkin og búa til bil. En eins og ég nú nefnt áður þá þetta er áhugavert trend sem að myndast í þessari mótaröð að byrja alltaf á hörðum hjá fremstumönnum því að þetta ekki alltaf vaninn ef maður horfir á svona e-sport keppnir. Þannig að ég ekki ennþá sannfærður þetta sé besta strategían sko. Nei. Stefán setur hérna besta tíman. Já, færði ágætt málstað fyrir mediumdekkjum í gær á Spa sko. Já. Þegar startar þetta. Já, ég byrjaði á harddekkjum í gær, minnum mig. Það var út í að ég er sjálfur búinn að setja mig fyrir svona eigin persónulega reglu að ef ég qualifya neðan en 5. sæti þá byrja ég á hard. Það svona ekki langt frá þumalfótu reglunni sko. Ef maður að horfa til dæmis á heimsmeistaramótið í Gran Turismo FIA keppninar og fyrir maður að horfa á úrslitin, loka úrslitin með öllum þeim bestum, þá nánast undantekningalaust eru topp 5 til 6 ökumenn alltaf á mikil tímanum. Það náttúrulega bara til þess að ekki að hætta að track positions og við það tapast tími líka eins og til dæmis hjá Tarra í gær. Skeiri að koma út úr pit strax komið mínútu og eftir 1. sæti hann lítur eiginlega að hafa lent í einhverju. Það lítur að hafa keyrt á og skemmt bílinn. Þetta allt og snemmt fyrir pitstop. Já, það lítur að vera eitthvað svoleiðis. Það eiginlega eina sem kemur til greina. Hann aðeins að nálgast hann Hannes Stefán Geir en ekki hratt. Þeir að gera mjög svipað sem að setur Hannes í mjög góða stöðu þar sem hann á mediumdekkin eftir. Já, nákvæmlega og sér alveg bara hvað mediumdekkin að slitna hratt eins og hjá honum Stefáni. Já, þau fara nokkuð hratt hérna. Þeir eru aðeins búin með 4 hringi og þau eru strax orðin bara að sjást svolítið vel á þeim sko. En hann nálgast samt Hannes alveg mjög hratt sko. Já, hann að saxa svolítið á hann núna. Það fyrir 2 hringum síðan var þetta 2,7 sekundur. Komið dottið niður í 1,5 rétt rúma. Þannig að þetta kannski að virka það sem hann ætlaði sér. Við gætum séð baráttu 1. sætið hérna bara eftir hring eða 2. Sjá. Jónægir ennþá að elta í efu en kannski ekki alveg í færi til að reyna framúrakstur. Davíð Rúnar fyrir aftan Jónægir, 2,5 sekúndur fyrir aftan hann, tæpum 3. Og tæpum 3 sekúndur fyrir aftan hann Kári. Það Íslandsmeistarinn okkar. Fyrir aftan Kára síðan Halli, Þorsteinn, Jón Valdimars, Skúli, Ævar, Valur Diego, Guffi og síðan það Ásgeir í 13. Og það raun og veru það mikið bíl á milli allra að það engin barátta í gangi nema þá kannski helst það sem að gerast hérna á toppnum. Já, ég sé líka að Guffi kominn hérna í kjölsogið hjá Diego, hann mjög nálægt í. Skúli ennþá að vinna á penaltíinu, ég sá áðan, ég fletti yfir listan á hann, þá var hann kominn með 3,5 sekúndur í penaltí. Það nú mjög auðvelt að taka af sér sektir á Spa. Ekki eins og í Suzuka í síðustu keppni. Það ógeð. Það eitt af þessum fáu brautum sem penaltí virka, þú þarft að eiga á þér. Já, nákvæmlega. Menn að kvarta yfir þessu einu brautunum sem það virkar á. Allir alveg bara, ég ætla að taka fríbi á penaltí.
það þarf ekki einu svona spá í það á spa að taka það af sér, það bara gerist. Já, nákvæmlega. Sérstaklega eru svona margir hringir. Já. Þegar þú fær penalty þá hefur 31 hring til að taka að þér ef þú farið á fyrsta hring. En núna eru 26 hringir eftir. Það er mjög auðveldlega hægt að taka sér hálfa sekúndu bara á bremsukaflanum fyrir síðustu S-beygina án þess að tapa tíma. Það er bara minnsta mál. Ég er komin inn á toppinn að fylgjast með, sjá hvort að Stefán sé að ná að síga eitthvað á Hannes. Það er að dreifast svolítið jafnt úr hópnum ef maður horfir á tíman á milli manna og fennir í listan. Það er 1,5 frá Hannes í næsta, síðan 1,5, 1,5, 3,5, 4,5, 1,5, 1. Þannig að, já, það er ekki mikið að gerast í útláfninginu. Nei, en það getur allt gerst. Það fer alltaf að gerast þegar menn fara í pittin. En sko, Spa er þannig braut út af beinaköflunum að ef þú ert innan við 1 sekúndu þegar þú fer inn á beinakaflanum þá ertu ógnandi. Bara út á slipstreamið. Þegar þú kemst í slipstream þá ertu að fara að ógna, það er bara þannig. Já. Svo spurning, ætli þið séu flestir að keyra hérna á eins stopp strategíu. Þið ekki það líklegt, það er svona virðist vera trendið. Já, og svona líka miðað við hvernig dekkin eru slitna hjá þeim að þá er alveg nóg eftir að þeim eftir 6 hringi, þannig að ja, mann líður eins og að þeim mun alveg ná að komast upp með að taka bara 1 stopp. Já, það virðist vera svolítið þannig. Ja, við munum svolítið geta giskað á það svona út frá því hvernig dekkin fara hjá honum Stefáni og hvernig hann myndi að fara í pitt, en þau eru orðin svolítið slitin, mjúku dekkin. Já, það er svolítið verið að sjá á þeim. Sér nú ekki mikið af dekkjunum hjá honum Hannes. Þetta er svona að dansa frá 1,5 til 2 sekúndur fram og tilbaka á milli þeirra. Það þarf að komast aðeins nær til að fara að njóta góðs að þess að vera fyrir aftan hann. En það dekkjakvíslarinn sé ekkert að fara að láta dekkin slitna eitthvað of hratt, sko. Nei. Það er svoleiðis líka hjá Evu sem að vissulega Hannes í 3. sæti, það sést voða lítið á dekkjunum hjá henni. Sést aðeins meira á dekkjunum hjá Jónæi. Núna er Eva að setja fjólubláan sektor á loka kaflanum. Og hún er alveg að ná honum Stefáni. Já, hún er bara, gæti verið að detta í kjölsókn. Hún er eiginlega komin nær honum heldur en hann nálgast Hannes, en þú veist, hann er að fara að detta á það tímabil að tímanir hans fara að verða, hann gerir Eva smá mistök, líka Jónæir. Smá dansandi út úr síðustu beini, en já, Stefán Geir í öðru sæti, hann er komin á þann stað að hann þarf að fara að keyra aðeins mýkra til þess að gera ekki mistök. Og það forskot sem hann hafði á mediumdekkjunum er fljótlega að verða búið. Já. Ef það er eitthvað að marka eyðslu á dekkjum í Group 3 flokknum, þá myndi ég segja að tíminn til að skipta dekk er frá 8. til 10. hring á medium. Og allt svolítið á því hvernig þú eyðir þeim og hvort þú sért svona flatt spottaðu eða vera að skransa eitthvað. Það er náttúrulega verða verrið þú ert að skransa mikið. Jú. Davíð hefur ekkert ákveðið að hlusta á þig og keyra mýkra heldur, hann er bara að gefa í og ætlar að reyna að ná Hannesi bara. Já, mér líst vel á það. Ég vil ólmur sjá smá baráttu við Supernova, sko. Þetta er
Sagði ég Davíð, ég meinti Stefán. Það kryddið í þessu sko, að fá hérna mismunandi lið til að berjast og svona sko. Svo vanur því að frá því seinustu keppni að vera að fylgjast með Davíð og Hannesi að ég sagði held ég var Davíð þegar ég var að tala hann Stefán. Já, ég verður nú að fyrirgefa okkur gott fólk að við förum með fleipur á nöfnum en annars slagið. Það gerist margt hratt hérna og mikill spenningur. Já, hann er rétt rúma sekundu fyrir aftan. Þetta er orðið mjög jafnt núna í topp 4. Það er svona cirka bát 1 sekund á milli allra bílana. Já, segir það. Það er 4,3 frá fyrsta í 4. Já. Núna er Stefán kominn í sekundu frá Hannesi. Ef hann næri þessari beygju hérna mjög vel að þá geta hann náð í fjölsogið. Já, vantar smá upp á það. Já, það er ekki náð alveg nógu góðu exitið hérna. Supernova alveg að pressa svakalega á Stefán hérna. Þetta er eins og að vera hent ofan í ljónagryfju. Já. Og Jóna er á bíkóbílum alveg eldheitur þar á eftir í 4. sæti. Og Stefán Geir, hann keyrir fyrir Toyota Gazoo Racing. Núna er Eva bara komin í kjölsogið hjá Stefáni. Já. Þetta gæti, já sko, hún er mjög nálægt. Hún er sennilega, gæti verið komin fram úr áður en að hún fer á bremsukaflann ef hún heldur þess áfram. Já, það lítur allt út fyrir það sko. Já, hvað? Hún er ekki alveg nálgast að þess hratt og við áttum hann á. Enda ekki ákvarðuðu. Nei. Korvettan er náttúrulega svakalega hraðskæð sko. Hann gerir smá mistök hann Stefán Geir. Hann heldur striki. En Eva er bara límd í skottið á honum. Það þýðir að hún mun sennilega gera árás á beinakaflanum eftir Árós. Herðu, hún er að ná slippi núna. Mér sýnist það er núna aðeins auka spilið. Spurning hvort hún detti út í það. Nei, mér sýnist það alltaf að halda þig. Hún heldur þessu. Já. Nú sjáum við tímann fara hríðlækkandi. Kannski ekki alveg nóg til að gera allegu, en ætti að færa hann að nálægt henni, komandi nýja spegnar. Og þau eru ekki langt frá Hannesi. Hann er rétt. Sér bara svo rosalega vel hérna hvað dekkin hjá Evu eru töluvert minna slitin heldur með Stefáni sko. Já, muna bara margfalt sko. Þetta er alveg langt umfram hefðbundin slitmunur á medium og hard sko. Ég held að Stefán sé ekki að ná að fara nógu vel með dekkin hjá sér. Gæti verið. Eva og Hannes þau hugsa mjög meðvitað dekkin sín. Sjáu þetta er ekkert bílorðið, hún er bara, hann er greinilega farin að ströggla sko, þú séð að bílinn er hann laus hjá honum. Já, já. Og meðan Eva er bara söldu slökur aftan hann að bíða eftir tækifærinu. Já, og Jóna er síðan bara sekundu eftir Evu sko. Já, þetta er náttúrulega farið að tefja Evu svolítið þessi barða. Já, meðan læðist Jóna er aðeim. Það er alveg gott bíl í 5. sæti fyrir aftan Jóna Eir sem er Davíð Rúnar. Þetta snýst allt topp 4 í augnablikinu. Í 7. sæti, 8. sæti gæti verið framúrastöður að myndast. Jón Valdimar er að elta Halla. Ég finnst aðeins með því hérna. Koma hérna 3 inn í S-beinar.
Allt að gerast. Þorsteinn hann að snýst aðeins. Spólar aðeins á útleðinni. Kíkjum Þeir eru allir á hörðumdökjum. Nei, heyrðu, hún Jóna bara alveg í kjölsóðinu, hann að taka fram úr yfir. Hvað að gera sérna? Nær hann að halda? Nei, hann nær ekki að halda þig. Nei. Reyndi að fara utan á, en þetta býður ekki beint upp á samlega aðstöðu þessi beygja. Og Stefán Geir nýtur góðs að þessari baráttu, hann slítur sig aðeins frá þeim í augnablikinu. Hann, já, 3,5 sekúndur upp í Hannes núna, sko. Þetta allt mjög jákvæmt fyrir Hannes og meðan hann siglir bara auðvitað sjá fremstu manna. Öll þessi barátta hjálpar honum. Já, hann gerir það vissulega. Getur líka haft áhrif á dekkin hjá Evu ef hún fer í mikla baráttu, þá getur það kostað smá auka slit. Já, núna hún bara að ná í kjölsóði hjá honum Stefáni aftur, sko. Þetta dásamlegt hvað þetta rokkar fram og tilbaka. Þetta bara eins og, Eva eins og pingpongkúla bara fram og tilbaka á milli Jónas og Stefáns. Já, ekki nóg nálægt til að dýfa sér inn á. Kemur skransandi og nei, hann fer ekki inn. Það spurning hvenær hann skellu sér innan Stefán Geir. Það fer að styttast í það. Nei, ég náttúrulega fyrirgefi, ég er náttúrulega pínu að horfa á þetta eins og þess að kæra jamarga hringi og við í gær, sko. Hann þarf væntanlega að teygja þig aðeins lengur, en eins og staðan á dekkjanum þá náttúrulega bara ekkert mikið eftir. Núna mjög stutt á milli Evu og Stefáns, þannig að það spurning hvort að hún taki annað sæti núna. Ef maður horfir á, sko, hvað hörðu dekkin eru lítið eitt. Það varð þetta vel hann, Stefán. Þetta var fallegt. Kemur inn á hann og hvað? Smá snerting eða hvað? Ég sá það ekki alveg en þau voru mjög nálægt. Þetta slapp. Þarna var snerting. Stefán kom með refsingu. Við veitum ekki alveg fyrir hvað. Hvort hann hafi farið og víti í einhverja beygju. Það farið út fyrir línuna þannig aðeins. Jóna komin í skottina á núna. Þetta hörkubaráttu hérna, 2. til 3. sæti, 2. til 4. segi ég. Eva núna komið fram úr og mér sýnist hún bara alltaf stinga af. Það nú samt ekkert að ná því eins og Nei, hann var sennilega aðeins farin að heyja á henni, enda á mjög slitnum tútumann Stefán Geir. Alveg mjög slitnum. En sko með eitthvað það eru eitt dekkin á honum og hvað hörðu eru lítil eitt, sko. Það segir manni svolítið að þú getur keyrt hölvört lengi á hörðu dekkjanum meðal við medium dekkjanum, þannig að ég hugsa að það sé ekki langt til að fara inn. Jóna að blikka hérna á fullu núna, sko. Hann vill bara komast fram úr. Sjáu þetta, stingur sér innan á og... Já. Eða hvað? Nei, þetta ekki búið! Hann komið fram úr. Þetta búið held ég, sko. Sjáum hvort hann svarar. Hann fer hérna utan á. Reynir að underkötta aftur. Nei. Tekst ekki, en hann hefur draft á hann. Hann klárlega með drafti á hann. Já. Hann ná fram úr aftur á beinakálunum. Sjólega dansandi hérna. Þetta bara dragreis hérna. Þetta var kannski ekki alveg nógu tíma sett því að hann var kannski snemma komin á nálægt honum. Ef hann hefði getað verið aðeins fjær honum og náði að byggja upp smá hraða áður en hann slingshotaði, þá hefði þetta tekist betur, en svona þetta, maður þarf svolítið að tímasetja draftið sitt. Því ef maður slingshotar of snemma til hliðar þá sjálfsögum sem missir draftið, þannig að þá verður þetta bara drag race. En það er nú ekki mikið eftir að dekkjanum hjá honum, sko.
Nei, hann er bara núna að hverfa frá honum Jónæi eftir að Jónæi náði fram úr honum á beygjukaflanum sko. Hann hefur alveg töluvert meira grip. Já, Þáttur að vera á hörðum dekkjum. Hann hefði sannlega átt að fara bara inn í síðasta ring sko. Já, ég hugsa Segi ég hvað það eru 20 ringir eftir tæpir. Það er aðeins minna eitt dekkinu á Evu heldur en Hannes. En Hannes er með 5,6 sekundur í forskott. Rúmlega það. Núna fyrir Stefán í pittinn. Hanna fór hann inn loksins. Það er hérna bara barátta milli Halla og Þorsteins í 8. og 9. sæti. Akkurat. Einmitt að smetla á hérna þessa baráttu og þetta er raun og veru 3 bíla barátta. Já, Skúli hérna bara beint fyrir aftan. Akkurat. Sjáum hérna, sko það Þorsteinn á að góður í útkeyslu. Nei! Nei. Heyrðu, hann er með skemmdan bíl hérna bara strax eftir pittinn. Þetta er ekki gott. Þetta er ekki gott. Þetta þýðir mjög hægur hringur. Það þarf að keyra heilan ring sem er hátt í 2 mínútur á biluðum bíl, þannig að þetta áttur að kosta mikið. Já, þú sér hérna Stefán er hérna nýkominn út í pittinum á hörðum dekkjum og er að ná alveg upp í 300 km hraða á beinakaflanum og Þorsteinn rétt slefar upp í 240 Hann er svo graður á umgjafina hann, sko. Hann ætlaði sér aðeins svo mikið í styttri mið, en þau voru svo nálægt að hann hefði sennilega grætt meira á því að vera þolinmóður. Því að hugsanlega hefði hann lent í því að vera ónálægt hann og þeir komu í La Rús eins og staðan var hérna. Þeir voru... En það er þá spurning, er Skeiri, er Ásgeir að fara að ná að græða svolítið vel á þessu? Er hann að fara að ná honum Þorsteini eða hann er 43 sekúndum fyrir aftan hann, það fer hratt niður? Já, pluss svo tekur náttúrulega rúma halva mínútu fyrir Þorstein að fara í pitt og fá viðgerð. Já. Þannig að þetta gæti verið að breyta. Stefán Geir kom út úr pitt í 11. sæti og er fyrir aftan Ævar og Diego sem er fyrir aftan hann Guffa. Þetta er barátta 10. og 9. sætið. Síðan er hörkubarátta hjá Skúla og Halla 8. og 7. sætið. Skeiri kominn inn að 36 sekúndur núna fyrir aftan. Ég held að það dugi honum til þess að ná fram úr Þorsteini. Já. Þorsteinn er að fara inn í pitti núna og hann þarf náttúrulega bæði að skipta um dekk og setja eitthvað eldsneyti og laga bílinn. Fylgjast aðeins með hérna hvort að Skeiri nái fram úr Þorsteini. Dekkin komin á hjá Þorsteini, þá er bensinnið. Skeiri er búinn að ná þessu sæti síns mér. Hvað segirðu, veistu þið Andreu? Bara að Þorsteinn, Ásgeir náði fram á Þorsteini meðan Þorsteinn er í pittinum. Þorsteinn var bara að koma út úr pittinu núna. Og hann er 6, næstu því 7 sekúndum á eftir honum Ásgeiri. Ásgeir var að setja fjólubláan fyrsta sætur. Já. En
svona getur það gerst í keppninu. Maður getur verið að berjast einhver sæti og lenda í smá overstýri og bara skemmt nánast fyrir þessi keppnina. Já, ekkert nánast, bara skemmir fyrir þessi keppnina með þessu overstýri. Fer á vegg, skemmir vélina bara í byrjun rings, þannig að hann þarf að keyra heilan ring með ónýta vél. Mér sýnist Jóna vera á 4 tíma. Ég sé að Stefán hérna kominn fram úr Guffa og Diego. Og með smá penalty fyrir það. Já, hann svolítið að byggja penalty. Það hörku bara harða fyrir aftan hann. Já, ég að fylgjast með því mitt, eins og að Diego hérna í slippinu núna. Sjáum hvað gerist. Sko. Já. Vel gert. Þetta var mjög sannfærandi framúrakstur. Það þá komin upp í 10. sæti. En taktu eftir dekkjamuninum hjá Diego og Guffa. Já, vá. Báðir á hörðum dekkjum en Diego greinilega ekki að fara næstu eins vel með dekkinu eins og Guffi á að gera. Nei. Samt að keyra með traction control. Þannig að það er spurning hvort að Guffi bara mun ekki svara fyrir sig aftur. Gæti verið, sko. Hann ekkert að gefa þetta upp. Hangir inn í skottinu á honum. Koma henni inn á langan beinakafla. Þetta vænlegt. Þetta vænleg staða fyrir Guffa. Það er vonaði að driftið myndi... Mér finnst eins og draftið sé ekki eins sterkt hérna hjá þeim og var til dæmis í grúp 3 í gær. Nei, það er nokkuð til í hjá þér. Guffi allan alveg búinn að missa sogið núna, sko. Já, hann kominn... Það var ekki draft með þennan tíma. Neistar alveg neðan bílumanna hjá honum. Kíkja hérna yfir listan hérna. Sem að Stefán núna búinn að slíta sig frá 3,5 sekúndu frá Diego og Guffa sem hann bara var að taka fram úr í Sveinastaring. Og að minnka bilið í Skúla og Halla. Já, það verður gaman að sjá hvernig hann vinnur sig upp listan á öðru pitstrategi heldur en flestir. Já, og gaman að sjá líka hvort hann sé að fara að ná að klára reysið á þessum dekkjum. Já, svona meðan eitthvað hörðu að eldast þá gæti ég alveg trúa því, sko. Ég held það sé bara ekki fjarri lagi, sko. Við erum nú alveg komin á helmingstíma núna, rétt rúmlega hálfnuð. Já, og dekkin hérna hjá Evu og Hannesi, þau eru bara nánast eins og nýmið við hvað eru búin að keyra margar hringi á þeim, sko. Það er 18. hring á sömu dekkinu. Þetta er bara... Þetta er bara þjóð, sko. Ég hef alveg gjörsamlega búinn að stinga Jóna af núna og bara að... Eva langt. Já, hún bara að Eva, sko. Alveg að ná honum Hannesi og mér sýnist nú á öllu að sko að hún mun þurfa að fara í pittin út af bensíni langt áður en hún þarf að fara í pittin út af dekkjum, sko. Já, hún að eyða meira bensíni heldur en Hannes. Já. En að fara betur með dekkin, þetta hljómar sem er svo þversögn. Já, nákvæmlega. Meira bensíni og fara betur með dekkin.
Hannes ekki reynilega bara að skipta fyrir. En hún Þegar alveg Eva að ná taka honum að Hannesi, sko. Gæti Eva verið að hirða titilinn Dekkjakvíslarinn? Það geti verið. Það var spurning hvort að við skýrum Hannes bara bensínkvíslarann. Nei, það er Kári. En sko, áhugavert samt líka, sko, hún er að betri dekkjum og léttar í bíl. Þannig að kannski eðlilegt að hún er að sækja. En það er bílið að fara mjög hratt niður og hún setti 13. hring setti hún hraðasta hring líka, ég er ekki eins og hún taka til því. Já. 1:59,2. Þetta er komið í 2,5 sekundur. Það er alveg 8,5 sekunda í Jónægir, þannig að Davíð hún er að nálgast Jónægir aðeins. 3 sekundur rúmar á milli þeirra. En þetta er að mynda spenna hérna fyrsta sætið. Það var Skeiri að fara í pitinn á medium dekkin. Kári kom inn í pit líka. Kári, og Jón Valdimars. Já. Þetta er greinilega að gerast núna þegar að 13 hringir eru það bil eftir að keppninni. Þá er Stefán núna kominn í 5. sæti. Já, og nú fer hann að pikkast upp listan aftur. Já. Áhugavert að sjá hvort hann nái að hanga í topp 3 baráttunni. Það kemur ekki óvart að þau fara að koma sér í pit núna, Hannes og Eva, bara upp á að komast sem fyrst á mjúku dekkin. Og meðal við var Stefán á brautinu núna, þá gæti hann verið að koma út á brautinu einhvers staðar í kringum Jónægi. Þegar hann lenda á svipum stað og hann er þegar þau eru búin að vera í pit. Já. Hann er 30 sekúndum fyrir aftan Davíð Rúnar sem ætti að vera nóg til að komast fram úr honum. Og síðan eru 4 sekúndur í Jónægi, þannig að það gæti verið einhvers staðar sirka þar. Það gæti endaði að vera hörkubarátta 3. sætið á milli þessa 3. Já. Já, fyrir Eva í pitinn. Með 9 lítra eftir. Og Jónægir, en Hannes ætlar að halda áfram, hann ætlar að taka hringi við gott. Davíð Rúnar líka, þannig að það verður spennandi að sjá hvar hann Stefán kemur endar eftir að allir hinir eru búin að fara í pitinn. En Stefán mun náttúrulega þurfa að vera að berjast við alla hina meðan hann er á harddekkjum en allir hinir á medium og á léttari bílum. Já. Sjá að hann kom í gegnum busstoppið. Við erum öll 3 hérna. Jónægir, Eva og Davíð Rúnar. Þannig að sjáum hvar Stefán Geir lendir. Eva kominn út úr pit hérna. Já, vá, hann bara... Hann kemur inn fyrir aftan Evu. Kominn upp í 3. sætið. Með Jónægir beint fyrir aftan. Já, rétt slapp fyrir framan hann. Já, Jónægir á glænýjum medium dekkjum. Og í slipstream. Og enn og aftur er Stefán Geir komið sekt. Hann er eitthvað voðalega hrifinn að dansa á mörkum brautarinnar. Já. Nú er Jónægir á betri dekkjum og hraðari, þannig að þetta gæti orðið svolítið erfitt fyrir hann að verjast. Já, ég held að það sé bara nánast ómögulegt, sko. Jónægir vill væntanlega komast fram úr sem fyrst til þess að reyna að tefjast ekki of lengi fyrir aftan, þannig að nái að sækja eitthvað á Evu og Hannes. Já, það verður gaman að sjá hvort hann er að sækja á Evu á mediumdekkjunum. Þeir voru mjög svipaðar hraða á hörðudekkjunum.
aðeins hraðari og nefa. Líka mikilvægt fyrir hann að komast fram fyrir Stefán Geir upp á að Davíð Rúnar nái honum mikið. Já, nákvæmlega. Sjáum mér það. Nei, herru, hann á þess ekki. Það er að blokka hann. Reynir inn að ná og... Nei. Ætlaði að fara inn á þarna en Stefán ver og er að eyða dekkjunum í spól hérna. Það þarf að passa sig. Klipstur í miða gott núna. Já, ekki að fara of snemma. Bíða. Já. Nei. Þannig sýnst hann hafa lent örlítið aftan á honum hana. Já. Hann vildi ekki fara of snemma af því að... En þarna eru medium dekkin að gera þetta fyrir hann, sko. Heldur betur. Nei, heyrðu, vá. Heyrðu, og hoppar Stefán bara. Ég skal segja ykkur það. Það þurfti að hafa fyrir þessu. Hann þurfti að gera það og þá er Davíð Rúnar komin bara hérna beint fyrir aftur Stefán núna, sko. Já, en ég sýndist þetta sama og þú hérna eins og hann hafði verið að bíða fram á síðustu sekundum með að slæta sér til hliðar og hafði aðeins mist ampið við það að reykst í hann. Já, sýndist það. En hann þarf hins vegar ekki að hafa fyrir því að stinga hann af eftir þetta sem að hann er á tölvöld betri dekkjum. Spurning hvort að verði einhverja liðskipanir núna, hvort að Stefán Geir geri Davíð Rúnar þetta auðvelt fyrir því að hann er vissulega á betri dekkjum og er hraðari núna, þannig að hann veit það. Já, geti verið sterkur leikur ef hann hleypir Davíð fram hjá sér og Davíð gefi honum gjöldsogið, þannig að hann geti haldið sér í baráttunni eins lengi og mögulegt er. Algjörlega, þetta geti virkað á báða vegu, hann geti gefið honum smá slipsturinn til að nálgast, sjáu þannig, fer til hliðar, býður honum innan á, já. Þannig að það er ekkert að vera, nei, hefðu hann svo gera mistökum Davíð, fer allt og vítt. Þetta gekk fór eitthvað síðan. Mér sýndist að vera að hleypa honum og svo gera mistök. Já, mér sýndist það líka. Mista hann aftur fram úr sér. Já, þetta var svolítið skrítið. Og hefði replay takking komið sér vel. Það var okkur að prófa. En hann er í sleipinu núna. Það er að horfa á þetta sleipinu. Smella fram á röstur. Þetta er að gera svona, sérðu, býður honum utan á sig eða hvað? Nei, hann er að verja. Nei. Svona nota maður slipið, sko. Þetta var fullkomið hvernig hann gerði þetta, sko. Færðist til hægri, ekki til að verja, heldur til að bjóða hinalínuna. Já. Þetta var snyrtilega gert, og hann reyndi í raun og veru sama á þann, en Davíð kannski áttaði sig ekki á því og kom allt og heitur inn í beina. Já. En þá er bara að sjá hvort að Davíð mun ekki reyna að ná honum Jónægi upp og að ná þriðasætinu. Það eru rúmar 2 sekúndur í Jónægi sem situr í þriðasætinu og Hannes var að skella sér í pitt aðeins 2 lítra eftir. Já, 33 sekúndur í Evu, þannig að mér sýnist miðað við það að Eva muni ná fyrsta sætinu. Þetta verður nálagt, sko. Hann þarf alltaf að setja bensín líka, sko, svolítið mikið að byggja. Nei, ekkert. Jú, Eva gæti verið að stinga sér upp fyrir. Eva er þetta komin allavega með hraðasta hring, 1.58.805. Hún er komin inn á beinakaflan. Já, Hannes. Jú. Það lítur allt út fyrir það að Eva sé komin í fyrsta sæti. Hún er búin að ná fyrsta sæti. Vel gert. Með 1,3 sekúndu á Hannes, það er ekki mikið, þetta er 1,5 sekúnda sem hún tók á hann. Já, Hannes með örlítið betri dekk. Já, hún er reyndar að græða núna þegar Hannes kom á öðrum stað inn á brautina, þannig að hann hefur ekki sem útkerslu og Eva. Þannig að hún er, við raun og veru er ekki fyrir núna sem við sjáum bilið, sem er 1,7 cirka bát. Já, 2 hérna, þetta er flott að gerast. Já.
En hún, já, hún var svona rúm 1,5 sekúnda sem hún kom út úr bílnum á undan honum. En bilið hérna á milli Davís og Jónsægis hérna í kringum þessar 2 sekúndur sýnist mér. Ef við með örlítið meira bensín heldur en Hannes og aðeins byrjuðu að eyða dekkin, þannig að spurning hvort að Hannes nýti sér það eitthvað. Það er ekki mikill munur en hvert gramm skiptir. Já, Eva þurfti líka meira bensín að halda. Hún er bara hérna að setja bara hvern besta hring á fætur öðrum hérna. 3 í röð allavega ef hún nær besta hring núna aftur. Nei, náði ekki alveg. Ekki langt frá því. Þetta eru rosalíð tímar sem hún er að setja. Helst, hann var aðeins að minnka bilið samt. Það er það mikið bilið og Hannes var líka að setja rosalega góðan. Já, hann var náttúrulega á alla, þannig að það er ekkert að marka það kannski. Nei, hann er ennþá, hann er bara rétt að fá hitt fyrir ekki núna, sko, hann er. Já. Og nú sjáum við raunverulegt pace hjá þeim sem ætti nú að vera mjög svipað. Það er bara engin barátta á öðrum stað í brautinni, þannig að ég held við höldum bara áfram að fylgjast með komnum. Ég ætla að prófa replay taka núna, sjá hvort að... Nei, það bara virkar ekki. Ég veit ekkert hvernig ég á að kveikja á þessu replayi lengur. Ég er stenggleyma því. Þetta er komið í 1,8 sekúndur bilið. Þetta gæti orðið spennandi barátta hérna. Það eru ekki nema 7 hringir eftir. Og Hannes er að nálgast Evu. Jón Ægir situr í 3. Hefur 3 sekúndur tæpar á Davíð Rúnar sem er ágætt í staða. Hannes á 4 langtíma. Hann er alveg að helkeyra núna. Hann ætlar sér að... Hann ætlar að taka besta hringinn, sko. Ég held að hann sé að stefna á það. Þú veist að prófa að setjast borð hjá honum eða eitthvað? Kíkja á það, sjáum hvernig þessi hringur fyrir hérna. Heyrðu, hann er komið í þetta er bara rétt rúm sekúnda orðið. Já. Já. 1,58 slétt. Kíkjum henni inn í bílinn hjá honum. Svo sjáum við að Eva er að ná Skeira sem er komin í 13. sæti aftur. Það er spurning hvort það tefi hérna eitthvað. Eva var að setja það 4 tíma líka, þannig að hún er að svara Hannesi með þessa ofurringi. Þetta er 1,2 sekúnda. Þetta er hann dansandi í rétt rúmri eins og staðan er og bæði að nálgast Ásgeir. Komið blátt flagg á Ásgeir núna. Spurning hvort hann átti sig á því að þau séu 2 og reyni að fara ekki á milli þeirra. Þetta er komið í 1 sekúndur núna, rétt. Þau eru dettin á beinakaflann. Það spurning hvort að Hannes eða Eva jafnvel ná í slipstrými, eða það er kannski líklegur til þess að ná slipstrými af Ásgeiri eins og staðan er. Nú er að blikka hann hérna og láta vita move, drengur.
Hannes rétt fyrir aftan. Jæja, nú hljótum við að fara að sjá Ásgeir færa sig. Jæja, hann gerir það þarna, hleypir hann báðum, vel gert hjá honum. Engin ástæða til þess að blanda sér í þessa baráttu. Það er nákvæmlega þannig, svona á að gera þetta. Og aðeins með auka bílið. Rúm 1,5 núna. Það þarf ekki að áhyggjur af slipstream. Á fjólblón tíma hún Eva. Já, hún er að nálgast 2 sekúndur núna í bil. Hún ætlar sér greinilega að henni langar í fastest lappstíð og þetta er líka baráttum að vera með hraðasta hringinn. Þetta er alveg rosalega jafnt hérna á tónum. Já, þetta er náttúrulega þegar þau eru með svona nánast öruggan sigur, fyrst og annað sæti fyrir Team Supernova. Það er ekkert slegið í stein ennþá en mjög líklegt að þá eru þau bara væntanlega að fara að berjast hver endar á toppnum overall. Algjörlega. Eva að bæta tíma sinn en ekki á hraðasta. Hannes að nálgast hana. Þetta er svo nálægt í að verða barátta. Þetta snýst að komast undir þessa 1 sekúndu. Þá fara hlutinir að gerast. Nákvæmlega. Þessi braut hérna í Belgíu, já, Eva setti hraðasta hring. 1.57,9, hann bara rétt undir 1.58. Herru. Hann er undir sekúndu, hann er kominn í slipstream. Nú getum við séð tilraun til framúraksturs. Hannes er rétt fyrir aftan Evu. Hann er á betri dekkjum. Þau eru bæði með jafn mikið bensín akkurat núna. Já, hann er á góðum stað. Hann er ennþá að vinna góðan tíma. Sjáðu þetta. Étur tíman alveg hérna. Og hvað, hún hleypur honum fram úr. What? Já. Okay. Staðan að 3. og 4. sæti er í spurður hérna en kíkjum aðeins hérna. Jónægir, hann er í 3. sæti og Davíð Rúnar 2,5 sekundi þar fyrir aftan. Stefán ennþá með 5. sætið en Kári er að nálgast hratt. Kári hins vegar er komin og svolítið slitið dekk. En þeir eru eiginlega jafn slitnum dekkjum en Kári er á mjúkum dekkjum. Þannig að það er spurning hvort að Kári sé að fara að næla sér í 1 sæti ofar. Góð spurning, ég er eiginlega bara orðlausinlega. Ég skil ekki hvað ég var að horfa á. Engin barátta? Þetta hefur einhver liðskipan. Það er bara, þau keyra þetta eins og þau vilja keyra þetta. Það er ekkert sem að bannar það. Ekki nema kannski skemmtanalögreglan. Já. Áhorfendurnir kannski banna þetta en ekkert annað. Ég er nú að segja sko að Davíð Rúnar er búinn að standa sig alveg mjög vel hérna. Hann er að nálgast hann Jónægir. Svona, já, svona bæði og. Bara alveg magna líka að Stefán skuli ennþá vera að ná að halda í 5. sætið á harddekkinu. Já, hann er að keyra mjög vel. Hannes hefur hann ákveðið að taka hraðasta hring. Þegar hann náði slippinu frá Evu og náði hann að
hálfa sekúndu tíman hennar Evu. Nánast. Rétt tæplega hálfa sekúndu. Þetta rosalegur hraðasti hringur, en svo sko núna bara Eva að nálgast hann aftur sko. Finnir hvort að hann hleypi henni þá fram úr? Já. Ég vil meina það henni í spjallinu að Toto Wolff ákvaða að hann svo væri number one driver og ætti bara að vera undan. Og Illugi segir hérna ef þú byrjar á undan og klárar á undan, sem að Hannes náttúrulega byrjaði fyrstur. Ég get ekki verið samanlega sér okkar, en það hefur hver sinn smekk. Þú sér það? Hvað er að gera svona? Hann er að hleypa henni fram og aftur? Eða fór hann bara vítt? Mér fannst eins og hann væri bara að taka víða beygju og ætlaði að hleypa henni fram. Ég er alveg hættur að skilja það alveg hvað er gangi. Spurning hvað er að gera sérna. Þannig að gefa henni slippið aftur fyrir, nei. Ekki ætla hann að nýta slippið allavega. Kannski er hann að afþakka þessa gjöf. Eva er allavega komið fram úr. Já. Ég einhvern veginn lít á svona hluti sem algjöran óþarfa nema sé stigabarátta og tvær keppnir eftir eitthvað sem skiptir máli. Annars er þetta bara fair game og hraðasti maður sigrar. Eins og held ég að flestir liðfélagar drýti sitt liða barátta. Þetta er mínu áhugavert. Ég veit ekki alveg hvað við erum að horfa á hérna, en ég er spenntur að sjá hvað gerist. Eva leiðir allavega hana. Já, Eva er komin undan og hún er að stinga svolítið vel af núna. Ætli ég sé að tjattinu núna bara hérna úlend off í party-chat. Það er eitthvað. Þetta verður áhugavert að sjá hvernig þetta spilast út. Það er ennþá þessar 2 sekúndur á milli Davís og Jóns Ægirs. Núna er 1,5 sekúndur á milli Stefáns og Kára og aðeins 3 hringir eftir. Já, það er einnig 2,5. Ekki einu sinni 2,5. 2 og 1 fjórði. Já, Kári er á meira einnum medvíum dekkjum. Kári er á slurknum hörðum. Gæti samt verið svipuð virkni í þeim sko. Með fara að verða svolítið slæm á þessum tímapunkti medvíum dekkin þegar það voru vel lent sko. Já. Ég kem hérna aðeins neðar hérna fyrir mann sigurlistan. Halli er í 7. sæti. Tæpum 5 sekúndum, 4,5 á undan Jón Valdimars sem er á undan Skúla 4 sekúndur tæplega. Guffi hérna í 10. sæti. Það er bara langt í næsta mann báðar áttir hjá honum, þannig að það er ekkert að gerast í kringum hann akkurat núna. Diego er hérna í 11. sæti. Þorsteinn í 12. sæti eftir að hafa verið í slag aðeins ofar hérna fyrr í keppninni og yfirstýrt aðeins út úr fyrstu beygju og endað á vegg. Skemmdi bílinn þar, þurfti að taka heilan hring á skemmdum bíl. Og svo Skeiri hérna í 13. sæti komið með blátt flagg á sig sem er sennilega þá hvað Jóna er eða? Það er spurning það. Við erum að detta inn á síðasta hring og það er 0,8 tæp á milli þeirra. Hann er sem alveg í skottinu höfu.
við verðum að fylgjast með þessari topparáttu. Já, þetta verður eitthvað. Hérna bensinstaðar, sama bensinstaðar, aðeins minna bensín hjá Evu. Já, ég held að þetta sé nú ekkert að fara í neina baráttu sko. Nei, mér sýndist þarna að vera smá skilaboð þarna. Skilaboð send og móttekin. Já. Það tók nú svona aðeins fúttu úr þessum síðustu hringjum. Þessi liðaleikur enn, svona er nokkuð bara kapasturinn. Þetta er ekki ennþá búið. Ég væri öskrandi hérna núna ef ég væri bara ekki búinn að sjá liðatættingin að gerast. Ég veit að það er ekkert spennandi að fara að gerast, þannig að ég klarði þess ekki. Þetta er ágætt að spara röddina aðeins. En þau koma hérna, ætli fari samhliða í línuna, taki svona Le Mans feeling á þetta. Já, það er góð spurning. Já. Við bíðum bara eftir að þið sigli hér í mark. Ölfusfélagarnir í Supernova, Eva í fyrsta sæti og Hannes í öðru sæti. Það komaðu saman í mark. Eva, Eva, Jóna fyrsta sæti, hérna. Hannes annað, Jónægir kemur hérna í þriðja sæti og fast á eftir honum er Davíð. Náði ekki að taka fram honum, en gott fjórða sæti hjá honum. Kári þar næstur, en já, hann er búinn að ná fram úr Stefáni. Já, Hann hefur náð að láta þessi slitnu mediumdekk virka fyrir sig og náði fram úr Stefáni. Þannig að Stefán endar í sjötta sæti, Halli kemur hérna inn í busstoppið í sjöunda sæti og fljótlega eftir honum er Jón Valdimars. Hann kemur hérna í gegnum markið líka. Næstur í mark er Skúli, hinn helmingurinn af Autocenter-liðinu. Og svo kemur hann Guffi hérna 15 sekúndum þar á eftir. Það verður svona smá róleg bið í næsta síðan, og það er líka 15 sekundir í næsta mann þar á eftir. Einmanna 10. sæti hjá Guffa hérna. Svo kemur Diego, ég sé að Skeiri er búinn að fara í gegnum markið í 13. sæti. Diego er að keyra hérna seinustu beygju og koma í mark í 11. sæti. Og þá er það bara Þorsteinn eftir. Ég er mjög svektur með þessa niðurstöðu með hvað hann var að ganga bara þokkalega vel þangað til hann sneri þarna í einni beygju. En þetta er þá lokinn að þessari keppni. já. Vissulega áhugaverður seinni partur. Þú verður ásaka, ég er búinn að vera orðlaus hérna síðasta korterið. En ég óska bara Evu til hamingju með sigurinn og Hannes með öðru sæti og Team Supernova með 1-2 sigurinn bæði í Tier 1 og 2. Já, þetta er alveg rosalega velgengni. Algjörlega. Nú, næsta keppni verður á Red Bull Ring og það fer eftir veðurspá hvernig veður verður keyrt í. Þannig að það verður mjög áhugavert. Gæti verið rigning. Já, minnst eiginlega allar líkur á því að vera rigning. Já, er það ekki alltaf þannig þegar maður vonar að segja ekki rigning? Já, það er eiginlega alltaf þannig, sko. Og svo er það þannig, ef maður vonar að segja rigning, þá er líka rigning, þannig að... Það er svolítið þannig. En já, þetta var áhugavert, góð keppni á þessari legendary braut, Spa. Er það hana, Davíð? Já, ég er þetta. Nei, já. Datt aðeins út þarna.
Já, herri, þetta er bara, já, þetta var frábær keppni, mjög gaman að fylgjast með þessu og enn og aftur óska Team Supernova til hamingju með fyrsta og annarsætið og Jónægi með þriðasætið, var það ekki? Jú. Jú, Davíð Rúnar í fjórða. Þetta var skemmtilegt, áhugavert og lengi vel skemmtileg barátta í topp 3 en á endanum var þetta barátta milli Supernova Já. Eins og við erum farnir að verða vanir að fylgjast með þetta. Já, þetta er greinilega súperliðið þetta árið, ekki spurning. En við erum fersk og hlökkum til næstu keppni. Já, bara þakka þér fyrir að sitja með mér hérna í þessari lýsendastúku og við sjáumst bara eftir 2 vikur á Red Bull Ring.